Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Nú það Skagafjörður. Hún komin til mín Steinun sem verkefnisstjóri fyrir Lummudaga. Velkomin. Takk fyrir. Hvað að frétta? Það bara lummur og kósí hitt. Já, þetta núna ekki þessa helgi heldur næstu helgi. Já, það næstu. Bæjar og hvað, héraðshátíð? Bæjar og héraðshátíð Skagafjarðar. Já. Og þetta gömul hátíð eða bara splungun í eða? Nei, hún gömul. Þetta 11 ára gömul hátíð og spratt bara raunverulega upp frá því að við vildum hafa eina helgi sem væri svolítið bara skemmtum okkur saman, tilvalið fyrir brottflutta að koma heim, bekkja mót mikið þau. Já, að sumarlagi, það var atriði. Já. Og nú þetta bresta á í 12. sinn. 11. Og getur aðeins sagt okkur hvað þá í gangi? Það alls konar dagskrá. Það huggulega heiti í gamla bænum. Hann verður bara lokaður. Umferð, engin bílaumferð. Nei, við viljum bara fólk labbi Það leiktæki fyrir börnin, veltibíllinn svo kallaði. Það búið upp á lummur í búðunum og fyrirtækjanum. Af hverju lummur? Þetta eitthvað sérstakt skagfyrst eða finnst ykkur bara lummur góðar? Sko, raunverulega kom það í byrjun að einn af eigendum hátíðarinnar. Amma hans baka alltaf lummur og bauð fólki að koma, allir velkomnir. Og hann vildi bara fá þannig stemning, fara til nágrannir. Plönu saman grill, götugrill, skreitum, svo bara höfum við lummur. Og þetta eitthvað sem bara farið að gerast sjálfkrafa eða þarf mikla skipulagningu og þarf einhvern veginn að... Það þarf alltaf skipulag, það bara þannig. Og hnippa í fólk. Já. En allir til í að vera með eða? Já, það allir jákvæðir. Eitthvað samkeppni hver með bestu lummurnar eða? Stundum, það hafa verið keppni. Já, ok. En þetta yfirleitt bara að bjóða velkomi. Komum bara, skemmtum okkur saman. Og hafið þið náð til brottfluttra Skagfirðinga, koma þeir? Já, það hafa verið mikið það hafa verið að plana svona hittinga á þessar helgi. Það þá grunnskóla árgangar sem að koma að hittast eða? Bæði, og menntaskóla líka. Sko, lummur geta verið alls konar. Já. Maður getur notað alls kyns afganga. Eru það að vinna eitthvað með það eða? Já, við viljum alltaf hvetja fólk til að nýta afganga og vera svolítið umhverfisvæn. Já, það alltaf þannig. Átt þú einhverja uppáhalds lummuuppskrift? Sko, ég nú ekki náð því ennþá. Ég meira svona hlaupum á milli. Og smakka kannski? Já, grípa einu og eina. En það eru alveg snillingar í þessu þannig í aðalgötunni. Þannig að þetta svona hverfist mest þetta gamla bæjarhluta á Sauðárkróki. Já, lokum bara gamla bænum, útbúum. Núna verða svona sápukúlustöðvar og krítastöðvar og svona minni leiktæki og svo stærri hafbúkarstöðlar og við viljum bara fá fólki á lappið og spjalla saman, droppa það inn þarna. Og þetta bara svona yfir daginn kannski, ekki að grilla á kvöldin endilega eða hvað? Það líka? Jú, sko, við erum að hvetja alla til að vera með götugrill á föstudagskvöldinni eða laugardagskvöldinni, fólk bara stjórna því svolítið. Og það gefist mjög vel, göturnar að leigja heilu partítjöldin og setja upp og svo hefur verið með svona smá keppni líka, hver besta partí og senda inn og svo verðlaun og hver skreytir best. Já, þeir eru með skreytingar svona líka. Eru við að tala litakóðana klassísku? Jú, svo margar annar. Ok, og veistu ertu eitthvað búin að gæjast á veðurspána? Hún kannski ekki svona langt? Ég ekki búin að herða hugan ennþá uppi að kíkja á langtímaspanna, en ég bara krossa putta á. Já, svo má bara klæðast eftir veðri. Nákvæmlega. Ef það ekki gott veður, eru þá lummurnar bara úti? Eða fólk að fara inn? Þetta var alveg mörg ár í röð, lentum við á rosa góðu veðri. Svo síðustu 2 ár þá hefur aðeins þurft að loka bara götunni með stórum bílum til að fá skjól. Sko, við Íslendingar kunnum bara að redda þessu, ef það eitthvað að veðrinu. Það bara að klæða sig, ekkert mál. Fyrir bara eitthvað í skjól. En ykkur böll og eitthvað svoleiðis? Það verða einhver böll núna, já. Það verður í Hofsósi, verður stjórnin á laugardagskvöldinu. Svo verður dansleikur á föstudagskvöldinu inn á Sauðárkróki. Þannig að þetta tegir sig alveg út á Hofsós eða sérstætt líka. Þetta ekki bara í Sauðárkróki. Já, það bara margt í gangi fyrir þennum og við hvetjum bara alla til að kíkja á allt. Já, akkurat. Og svo líka Bjarni Har okkar með afmæli, afmælisveislu og hátíð á sama degi. Og mikill uppgangur í gamla bænum búinn að vera, að opna ýmislegt skemmtilegt nýtt. Já. Og fyrir þá sem ekki vita, Bjarni Har gömul verslun, Já, gömul verslun, ein elsta bara verslun á Íslandi. Það ennþá
Verslaði borðið eða? Gamla búðaborðið? Já. Maður þarf að gera sér ferðanga bara til að sjá. Bjarni sjálfur kemur og dælir fyrir því olíuna eða þú biður það, allt upprænlegt og bara einstaklega að fara annir, sko. Já, frábært. Það verið tónlistaratriði og erindi og hjá honum, sko. Já. Þetta náttúrulega allt þarna. Og við ætlum bara þjappast svolítið saman í gamla bæinn og vera bara öll saman. Og náttúrulega bara, allir velkomnir. Ef fólk vil eitthvað kynna sér þetta nánar, þá einhver svona síða, Facebook síða? Já, það náttúrulega Facebook síða, klassist, og það kemur alltaf helsta fram og það verður í bæjardagskránni líka, bæjar á sjónhorninu svo kalla. Þannig að lummudagar að bresta á í Skagafirði. Bæjarhátíðin, bæjar- og héraðshátíð. Já, endilega kíkja bara. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Þetta strax á föstudaginn sem þetta byrjar eða? Já, bara svona föstudags eftirmiddi verður nokkur atriði og svo bara svolítið grillstemningarna föstudagskvöldinu. Lummurnar svo aftur á laugardeginum, eða hvað? Á laugardeginum. Það er dagurinn, það er lummudagurinn. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og góða skemmtun. Já, takk fyrir mig bara. Takk.